Við beinum kastljósinu að þessu sinni að Austurlandi, atvinnulífinu þar. Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Austurbrúar og Þráinn Lárusson, athafnamaður, eru gestir í landsbyggðum. Jóna Árný, það styttist væntanlega í að hjól atvinnulífsins fari að snúast aftur svolítið hraðar eftir því sem að fleiri verða bólusettir í gegn COVID-19. Já, klárlega. Og þetta COVID-19 og sóttvarnir hafa áhrif á fyrirtækin okkar, hvort sem það eru þjónustufyrirtæki eða framleiðslufyrirtæki. Menn þurfa að breyta því hvernig menn hafa sínum rekstri oft á tíðum í kringum sína starfsmannahópa og við munum sannarlega finna fyrir því þegar bólusetning verður orðin almenn á Íslandi og hlökkum til þess tíma þegar þessu kannski sóttvarnar fyrirkomulagi fer að létta eitthvað. Já, ef við tökum bara ferðaþjónustuna, það er mikið í húfi. Það er gríðarlega mikið í húfi. Þetta er búið að vera erfitt árið 2020 fyrir ferðaþjónustu og veturinn er erfiður og við vonum svo sannlega til þess að ferðaþjónusta muni starta með öflugum hætti þegar bólusetningarnar verða orðnar almennar. Við trúum því að við höfum virkilega mikla innistæði fyrir því að fá gesti aftur til okkar og það sé margt sem að þeir hafi hingað að sækja og við munum taka fagnandi á móti þeim þegar þeir koma. En hvað með til dæmis í matvæla framleiðslu, þar hefur hægt þó nokkuð á hjólunum? Það er náttúrulega bara alls konar framleiðsla hefur orðið fyrir áhrifum. Misjafnt hvort það hefur hægt beint á hjólunum eða ekki, en þetta verður allt fyrir áhrifum og það munar alla þessa fjölmörgu neytendur sem eru í formi ferðamanna á landinu þegar þeir eru ekki hér lengur, eins og er búið að vera undanfarið ár. Þannig að maður auðvitað vonast maður til þess að það verði ákveðin upprisa ýmiss konar verkefna og ýmiss konar áherslna þegar ferðamennirnir fara að koma aftur bæði til landsins. En við munum kannski ekki líka horfa fram hjá því að íslenski ferðamaðurinn var ansi öflugur að koma til okkar síðastliðið sumar og við fögnuðum því mjög og við eigum von á því að stór hópur komi til með að heimsækja okkur núna í sumar. Þannig að ég vonast til þess að þetta muni ganga vel. Það er mikið talað mikilvægi nýsköpunar núna í kjölfar COVID. Hvernig er staðan hérna fyrir austan? Það er náttúrulega bara heilmargt í gangi. Það eru ýmsir sem hafa verið að reyna að horfa til tækifæra. Þó svo að COVID hafi verið í gangi og jafnvel bara í tengslum við stöðuna á COVID. Við erum með mjög öflug fyrirtæki sem að starfa að þróunar og nýsköpunarverkefnum í landshlutanum og nefni ég þar sem dæmi bæði fyrirtæki tengt sjávarútvegi en einnig líka fyrirtæki á sviði þjónustar ýmiss konar. Og ég vonast til þess að mörg af þeim verkefnum séu að fá ákveðin byr og að þau verði þessi lyftistöng sem menn hafa væntingar til. Ég sannarlega vona það. Uppbyggingarsjóður Austurlands, úthlutar styrkjum til einstakra verkefna. Hvernig voru umsóknir þá núna síðast hjá ykkur hvað varðar nýsköpun? Það var fjöldinn allur á umsóknum og mjög mörg áhugaverð verkefni og hvort sem það var í nýsköpun og ekki síður á sviði menningar ýmiss konar. Men með ekki gleyma því á svona tímum þá skiptir menning gríðarlega miklu máli fyrir bara hinn almenna íbúa og samfélagið okkar hérna á svæðinu. Þannig að við fengum mikið af mjög góðum umsóknum, mjög metnaðarfull markmið sem menn voru að setja sér. Þannig að við hefum getað úthlutað margfalt hærri fjárhæðum en við höfðum til úthlutunar og við vonumst bara til þess að þau verkefni sem fengu brautargengi að þeim gangi vel og vonandi líka að það verði finnist leiðir eða farvegur fyrir önnur sem þarna voru sem að vonandi þá bara
finna sína leið í málunum, en við gerum okkur besta til þess að aðstoða. En hvað með stuðningsnetið, það talað mikilvægi þess að það opni frumkvöðlasetur, nýsköpunarsetur, hvað með þessa hlið? Það náttúrulega bara áhugavert og nefnir þetta. Hérna á Austurlandi þá eigum við bara nokkuð frjóan jarðveg fyrir svona pælingar eða svona hugmyndir. Og eitt af þeim verkefni sem við erum að fara með af stað núna á næstunni heitir Austurland áfangastaður fyrir störfan staðsendingar. Það þessar samfélagsmiðstöðvar, samvinnuhús eða hvað svo sem að menn vilja nefna það. Þetta svona umgjörð sem að hvert byggðarlag einhvern veginn þarf að hafa hjá sér. Og það eru ákveðin tækifæri núna í stöðunni að reyna að búa til þá umgjörð og finna tækifærin sem eru núna í öll þessu umhverfi rafrænna samskipta og annað. Múlinn í Neskaupstað? Múlinn í Neskaupstað Múlinn samvinnuhús er mjög gott dæmi þetta þar sem að ólíkar aðilar að hópa sig saman á einn stað og vonandi þetta eins og í öðru. Það styrkur í því að vera innan aðra, vera innan ólíka aðila og að upp úr því geti sprottið frjóar hugmyndir. Og þessi jarðvegur klárlega til staðar í fleiri samfélögum á Austurlandi og sum þeirra jafnvel komin verulega langt í að móta það hjá sér. Nefnið sem dæmi umgjörðaverkefni sem við að vinna að Borgarfirði eystri, það eru hugmyndir til staðar á Djúpavogi, þetta víða til grunnur í þetta og vona ég bara að menn verði duglegir að vinna að þeim í framtíðinni. Jú, verðum við ekki að vona það að þetta fari nú að koma en síðustu fréttir kannski skýðu nú svolítið á þetta ef að draga þetta eitthvað fram á sumarið en við vonum bara að þetta fari eitthvað að gerast. Þú ert nokkuð umsvifa mikill hérna fyrir austan í gistiþjónustu, rekur stór hótel. Erlendi ferðamenn, hvenær heldur að þeir byrji að streyma til landsins? Ég vona að það geti verið svona upp úr eða svona mitt sumar. Ég ætla ekki að vona að það sé fyrr. Ég held að það sé bara ekki rétt að gera það. Ég held að ef maður ætlar með fæturnar á jörðinni, þá held ég að þetta komi núna svona upp á miðju sumri. Ég hef trú að hausti gæti orðið nokkuð gott hjá okkur og það bendir margt til þess. Það heyrist erlendis frá að Ísland ætlar að vera svolítið ofarlega á væntingu fólks að koma hingað og ég held að við fáum gott haust. Ég trúi því. Almennt heldurðu, ég talað það út í hinum stóra heimi að ferðamenn þeir fari frekar til fámennari landa þar sem rýmið meira? Ég held að það sé alveg morgunljóst að menn muni gera það. Og ég held að menn muni sækja í svona meiri víðáttur og færa fólk og kannski getum við þakka fyrir það svolítið hérna fyrir austan því að hér nóg pláss. En það ekki nóg að Íslendingar séu bólusóttir, þeir sem koma þá hingað, þeir þurfa að vera með bólusetningu? Já, ég held að þetta snýst ekkert það hvað búið að bólusetja mikið Íslendingum, nema einfaldlega náttúrulega varnirnar á landamærunum sem munist að stjórna því. Þetta bara byggist á því hverju verða búin að bólusetja sig erlendis og hverju verða í færi til ferðalag og þá byggir þannig því að þessar þjóðir eins og Þjóðverjar og Bretar og einhverju fleiri sem eru duglegir að koma að svo framalega sem þetta gengur og Frakkar, svo framalega sem þetta gengur vel að bólusetja þar, þá held ég að við fáum stærri skamt í haust. Ert þú þegar farin að verða var við fleiri og fleiri fyrirspurnir? Nei, ég vil nú bara segja að vera hreinskilinn, það lítið af fyrirspurnum. Ég held að þetta muni verða pínlítið eins og var 2009. Þá einhvern veginn þetta leit ekkit voðalega vel út. En svo kom bara einhvern veginn holskefla og það var rosalega mikið af svona spontant farþegum. Þeir mættu á svæðið og það var svo brjálað að gera sumarið. Og ég held að það verði pínlítið þannig. Ég held að þetta hrúist bara inn á síðustu mínútum og maður að heyra það líka erlendis að þegar Þjóðverjar farnir að hugsa þannig, þá held ég að séu nú flestir í heiminum farnir að gera það því að þeir hugsa yfirleitt langt fram í tíman, en mér skilst á að Þjóðverjar séu núna þannig að þeir eru bara að bíða og sjá hvað en þeir ætla að ferðast.
en þeir verða á seinni skipunum að ákveða það. En gangi þetta eftir að svona í landið fari að opnast mitt sumarið, hvað þá með því byrjun sumars á þá að gera út á landan? Ég held að sko þetta verði svona framan að kannski svona býsna svipað var í sumar. Það verður lítið að gera í svona upphafi. Maí verður örugglega alveg vonlaus sko og svo kannski byrjar þetta eitthvað svona þegar líður á júní og þegar Íslendingarnir fara að koma og fram í júlí og ég að binda vonum við það að Íslendingar haldi áfram að ferðast sitt land og við erum náttúrulega mikið var við það í sumar að Íslendingar voru bara mjög ánægðir með það og reynda svolítið hissa á hvað upp á landi hafði upp á að bjóða og ég held að þetta sé kannski líka bara til framtíða þá held ég að Ísland sé orðið dálítið stór valkosti fyrir Íslendinga til ferðalaga og menn gerir sér betur grein fyrir því að gæði þjónustu og það sem upp á að bjóða út á landsbyggðinni til dæmis það hefur tekið gríðarlegum breytingum á síðustu árum þannig að ég held að þetta verði og ég á trú að því að við munum sjá Íslendinga koma aftur í sumar nema að verði búið bólusetja og alla þeir fara út ég veit það ekki það væri nú kannski að versta sem það gerðist ef að bólusetjandi gengur svo hratt hér að menn getur verið allir farnir til útlanda í sumar en verður ekki bara vona að þetta fari svona vel á stað með Íslendingum og Íslendingar ferðast svo aftur bara í haust og í vetur og þá fáum við útlendinga en þetta náttúrulega kannski svolítið líka bundið sem við erum að glíma við út á landsbyggðinni það að okkar sko tímabil svo stutt og það auðvitað það sem ég og kollega mínir hér út á svona eins og ég kalla stundum á landsbyggðinni fjær við höfum svolítið óttast kannski svolítið það að því að við höfum bara september sko, við höfum bara fram í september og í enda september þá þetta eiginlega búið fyrir okkur meðan þetta við mun lengri ferðamannatíminn annars staðar á landinu og þannig að við þurfum eiginlega að fá dálítið góða skóflu núna hérna í haust til þess að fá svona aðeins í sarpið fyrir næsta vetur. En ef að á að gera út á Íslendingana svona í byrjun sumars þá verður líka að stóla á gott veður. Jú, svo þetta náttúrulega það. Íslendingar ferðast eftir veðri og ég held að það sé, við verðum bara bíða og vona, við vorum bara þokkalega heppnir með veður í fyrra og ég alltaf sem, við erum náttúrulega veðursælinn staðallega hérna fyrir austan og Norðurlandið líka og við verðum bara að vona það að þetta verði okkur hagstætt eins og í fyrra og ég hef bara fulla trú á því að þetta blessast sko. Ég veit það. En svo náttúrulega líka annað að ef að Íslendingur er farin að ferðast meira inn á hótelum og svona eins og þau gerir fyrir sumar, þá kannski skiptir veðrið ekki alveg svo miklu máli. Auðvitað fer enginn að ferðast mikið í rigningu, en þó að það sé ekki glampandi sól, ef þú getur farið inn á hótel, þá er þetta bara flott. Hvað finnst þér markaðssetningu á landinu okkar þegar þá væntanlega Íslandsstofa? Finnst þér Íslandsstofa markaðssetja allt Ísland erlendis? Nei, þetta er nú búið að vera mikið barndum hjá mér í mörg ár og ég er búin að vera ansi hávær og eflaust mjög leiðilegur allstaðar sem ég kem fyrir sunnan en það verður náttúrulega bara að segist eins og er að öll markaðssetning hún náttúrulega miðast bara við Suðurlandið og Suðvesturhornið og svo hefur eitthvað verið á Vesturlandinu núna undanfarið en þetta næri ekkert lengra og útlendingar líta ofta á það að Ísland það nær bara að Jökulsárlóni og þar við situr. Og svo var manni lofa því núna þegar allt fór nú til Kaldakóla í vor að þá var mér nú lofa því að nú skildi verða auglýst öðruvísi þegar átt að fara af stað aftur en það síðasta sem ég heyrði nú var það að það ætti nú að fara að svona auglýsa þetta og svona hotspot Ísland átt að vera Gullfoss og Geysir þá spyr maður nú bara, erum menn ekki komin í nákvæmlega saman fari? Ég óttast þetta auðvitað að það fari í þennan farveg. Það eru bara, öflin eru þannig og hagsmunarnir eru þannig en ég held að tækifærin liggi hérna og við eigum ofsalega mikið inni út á landi, gríðarlega mikið inni og ég held að ef ég væri að fjárfesta í ferðaþjónustu í dag, ég myndi fjárfesta hér. Það styttist í alþingiskosningar og umræðan í kringum kosningarna, hún svona fer af stað. Hvaða 2 til 3 málaflokka myndi þú vilja sjá sérstaklega verða áberandi í aðdraganda kosningana ef þú svona hugsar út frá landsbyggðunum? Sko, við finnum það mjög hér á Austurlandi hvað samgöngumálin skipta okkur gríðarlega miklu máli og það að flæði fólks og vara og afurða og hverju svo sem það nefnist ferðamanna og annara geti farið hérna með sem minnstum hindrunum og í sem mestu öryggi. Þannig að þetta er alltaf grundvallar sjónarmið held ég í þróun byggða.
annars konar innviða uppbyggingamál skipta okkur verulegu máli og hvort sem við erum að horfa til þess að það þarf að standa vörðum og byggja áfram upp flugvallarmannvirki, standa vörðum og byggja áfram upp heilbrigðisþjónustu á svæðunum og fleira og fleira. Þannig að viðfangsefnin fyrir umræðuna eru fjölmörg en innviðamál skipta byggðarlög allt land verulegu máli. Og eru þá sem sagt, samgöngur þar mjög ofarlega eða hvað? Samgöngur eru þar bara mjög ofarlega og við finnum það núna í okkar samfélagi búandi við allt í einu vetur dettur á okkur bara með mjög litlum fyrirvara hvað þetta mikilvægur þáttur fyrir okkur og í öllu sem við erum að gera. Framundan á svæðinu eru líka bara stór viðfangsefni sem snúa að því að laða til okkar gesti þegar COVID fer að lyfta í formi ferðamanna og aftur skipta þá innviðirnir verulegu máli. Við viljum gjarnan að gáttirnar okkar, alþjóðagáttirnar á Austurlandi, bæði á Seyðisfirði og hér á Egilsstöðum, nái að verða hluti af þessu heildarkerfi sem við erum að horfa á Íslandi og við séum að horfa það upphafsstaður getur jafnt verið hér sem annars staðar fyrir fólk. En hvað þýðir það fyrir ferðaþjónustuna að Egilsstaðaflugvöllur verði varaflugvöllur ef við svona spáum og spekulurum út frá beinu þá flugi til Egilsstaða? Það bara skiptir verulega miklu máli að völlurinn á Egilsstöðum sé rétt byggður upp og það séu þar þeir innviðir sem þurfa að vera til staðar. Við megum ekki gleyma því líka á Austurlandi núna gríðarlega mikil uppbygging í öðrum atvinnugreinum sem þurfa á mögulegum útflutningi að halda. Þannig að samspil farþegaflugs og vöruflutningaflugs og í rauninni fleiri þátta innviða í því formi skipta okkur máli upp á framtíðin að gera. Ertu þá til dæmis að tala laxeldið? Sem dæmi, ég meina þarna að aukast gríðarlega mikið framleiðsla á neytendavörum á Austurlandi sem að þurfa að fara til erlendis og það eru bara tækifæri fyrir Austurland og í rauninni fyrir Ísland ef við getum nýtt það að koma eitthvað af þessum vörum beint frá okkur á markað. Þegar þú ert svona að skanna markaðinn og heyra í atvinnulífi og fólki bara almennt, finnst þér vera bjartsýni hérna fyrir austan? Það finnst mér bjartsýni. Við erum samfélag sem að höfum oft þurft að takast á við hlutina og takast á við miklar sveiflur í atvinnulífi. Það eru tækifæri og ég segi alltaf að Austurland hefur alveg gríðarlega mikið af tækifærum. Við erum með góða samsetningu bæði af mannauði hér á svæðinu og öflugum fyrirtækjum. Þetta pluss sterkir innviðir gera bara okkur allavega færa en þetta þarf að passa saman og vera að ná markmiðum sínum í góðri samvinnu þannig að það fullt af tækifærum og bjartsýnin almennt til staðar. Þetta búið að vera mjög erfitt ár og það hafa dunið á ýmis konar áföll og skriðurnar á Seyðisfirði kannski bara eitt risastórt áfall sem að þarna verður samfélag fyrir og þetta mun skapa hellingsúrvinnslu og verkefni framundan bara fyrir okkur sem samfélag hér á Austurlandi. Sko, það náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega samgöngumál. Það verður bara að segja þess. Við erum farin að síga, finnst mér dál til landaftur hér fyrir austan og það kom nú bersynljós núna þegar skriðan var á Seyðisfirði og maður spyr sig bara hvernig hefði verið ef ekki við fært yfir heiðina og manni finnst neil alveg með ólíkindum að það skulle ekki vera löngu búið að leggja stað með þessi göng og svo náttúrulega vegurinn yfir Öxi. Það sem við erum að stytta hringveginn og allavega leiðina héðan og norður fyrir og söður fyrir sko að við erum að stytta hana um 70 kilometra. Einhvern tíma undir menn leggja á sig eitthvað fyrir slíkt. Ég held að samgöngumálin allavega fyrir austan, þau eru
skipta gríðarlega miklu máli. Og svo það líka bara, má líka nefna að það er vetraþjónusta. Vetraþjónusta við þurfum að hafa betri vetraþjónustu. Núna eins og í framan af vetri núna þá hefur alveg ekkert mál verið að halda öxi-opin en hún aldrei lokað. Þannig að það eru þessi samgöngumál og svo það náttúrulega eðlilega þessi markaðsmál, ferðaþjónustunar, að byggja upp landi sem sko eitt svæði, þar að segja, þú veist, auglýsa okkur með og hafa okkur með og ég segi stundum, auglýsa okkur, hitt sjálfsagður hlutur sko, til þess að komast hingað þá fara menn yfirleitt í gegnum hitt sko. Nei, það sem ég kannski svona ángríns að segja það að menn þurfa að leggja miklu meiri effort í að auglýsa þetta sem sagt landsbyggðina fjær. Þegar þú fylgist með umræðunni og kosningabaráttu og svo framvegis, finnst þér stundum svona allt tal að dreifa ferðamönnum og svona landsbyggðarmál þessi klassísku, að þetta sé svona meira í orði þá en á borði? Jú, og það verður alveg að segjast eins og og líka bæði það og svo finnst mér líka að gjarnan okkur allt saman sko, Akureyringum og okkur hérna fyrir austan. Það svona eins og sé svona að vera að togast allt á sömu krónuna. Það er fyrir 1 króna á Suðurlandi og svo 1 króna eða 50 sko á Norðurlandi og Austurlandi og svo höfum við að slást þetta sko. Þannig þetta oft og þannig kannski verður lítið úr því að þeim tekst einhvern veginn svona að etja okkur saman. En ég held að það sem ég hef verið að leggja áslá núna undanfarið í sambandi við ferðaþjónustuna hérna á þessu svæði, við eigum að vinna miklu meira saman. Norðurlandi og Austurlandi, það þetta svæði sem mest áhugaverðasta svæðið í ferðaþjónustuna að skoða í náttúruna í. Það þetta hérna. Það hefur verið þannig frá því að ég var krakki og það þannig ennþá. Það hefði enginn geta sagt með það fyrir 10 árum síðan eða 20 árum síðan, hvað það fyrir 20 árum síðan, að Mývatn myndi ekki komast á topp 10 yfir heitustu staði á landinu í ferðaþjónustu. Já, en þið tóku nú varaflugvöllinn af Akureyringum. Við? Það var ekki við sem gerðum það, en við þökkum bara fyrir það. En þarna kemur akkurat ef við lítum á flugvallamáli. Hugsið ykkur það. Þetta búið að vera baráttumál öll þessi ár. Auðvitað vera búið að taka og ganga í báða þessa flugvelli, heldur að vera etja mönnum svona saman eins og hefur verið. Það sér það hver einasti maður. Það kemur ekkert út úr því. Sjávarútvegurinn öflugur hérna fyrir austan, bara það að síldarvertíð, loðnuvertíð, makrílvertíð, að allt þetta gangi upp og það verði sæmilegar. Hvað þýðir þetta allt saman fyrir Austfirði? Sko það sé einhver vænting á loðnu núna og það sé búið að gefa út upphafskvóta bara skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Það detti út heil tegund í frumframleiðslu grein hjá okkur hefur áhrif bara alls staðar út í atvinnulífi, bæði til þeirra sem starfa beint í greininni en líka til ýmiss konar afleiddra starfa, hvort sem það eru verktakar eða þjónustufyrirtæki. Þannig að fá þetta aftur af stað bara er vonandi liður í því að það fara að lyftast aðeins landið þarna. En það ennþá mjög, þetta ekki stórt uppaf sem við erum að fá þarna í formi kvóta, en við vonumst til þess að öll svo leit sem í gangi núna skili betri upplýsingum þannig að menn hafi betri forsendu til þess að ákveða framhald. Þetta skiptir nokkuð öllu máli. Þó að við sem búið héraði og hér náttúrulega getur verið að landa slíku en þú getur eftir ímyndaðir að tekjurnar sem koma í land hérna í kringum okkur og auðvitað skiptir þetta öllu máli fyrir þetta hagkerfi sem hér, þetta litla hagkerfi sem við erum hérna fyrir austan. Þú veist, það bara þannig, þetta gengur allt í ringi. Því meiri tekjur sem á þessu svæði, því meiri tekjur skila sér inn til okkar allra. Þannig að þetta auðvitað alveg gríðarlega mikilvægt atriði. Eins og bara allur atvinnuvegur hér á svæðinu. Það þarf að hlúa öllum atvinnuvegi hér hver sem hann Fyrir þín hótel þá gista væntanlega rafvirkjar og sölumenn og svo framvegis sem eru hérna út af þessum veiðum. Já, ég hef stundum sagt að því að maður heyrir nú gjarnan fyrir sunnan að vera gagnrýnið eins og álveri hérna niður á Reyðarfirði að þetta hefði aldrei þurft að koma og maður sjá þessu nú hvað þetta skilur nú fáum störfum og slíkt. Ég get bara sagt að fullum fettum, þó ég sé ekki kannski fylgjandi álversbyggingu, að mitt fyrirtæki væri ekki það fyrirtæki sem það í dag ef það hefði ekki verið byggt hérna álver. Það ekki vegna þess að ég eitthvað með óðurlega tekjur á álverinu, heldur þetta bara þessi hliðarstörf og allt sem tengist þessu og öll þessi uppbygging. Menn sjá það bara sjálf, ég bara segi það bara fullum fettum að það væri ekki smuga. Hugsa Austfirðingar nógu stórt að þínu viti? Stundum finnst mér þeir gera það ekki, en þeir eru skynsamir. Ég fannst það til dæmis einmitt í þessari uppbyggingu sem var hérna í kringum virkjunina og þetta allt saman.
Það voru ekki Austfirðingar sem að slepptu sér, það voru miklu frekar að koma einhverjir svona utanbæja fólk eins og við Akureyringarnir sögðum í Þingalanda sem að voru hér að gera sér stóra í byggingarmálum og svona. En ég held að Austfirðingar séu skynsamir en þeir mættu vera stundum meira svona stórhuga og stundum finnst mér líka gæta pínlítið á svolítið minnimáttakennd sem ætti alls ekki að vera. Hér dásamlegt að vera sko. Ég segi það forréttindi að fá að búa á stað eins og Austurlandi. Þannig að þú sérð hér bara tækifæri nánast í hverju horni? Já, ég var löngu farin hér ef ég sagði það ekki. Hér bara miklu möguleikar á öllum sköpuðu hlutum og ef við sjáum bara líka hver þróunin hefur verið hér síðustu 10-20 árin. Það hefur verið gríðarleg þróun hér á öllu. Allt samfélagið hérna og hér rauninni, maður skortir ekki neitt hérna sko. En hérna skortir samt sem aður íbúðarhúsnæði af því að við erum á Egilsstöðum. Já, það náttúrulega bara eins og við segjum stundum lúxusvandamál en þetta orðið stórt vandamál. Hér virðist ekki vera byggt nóg, það þarf að byggja hérna miklu meira og við þurfum að byggja hérna fjölbýlishús, við þurfum að byggja hér hús sem að hafa íbúðir, 2-3 herbergi íbúðir fyrir ungt fólk, ungt barnafólk. Það er það fólk sem vill flytja hingað, þetta er fólk sem vill koma út á land, það er svolítið straumur út á land núna og fólk hefur áhuga á því að koma. Ég held hér, vandamáli kannski okkar hér fyrir austan það að okkur skortir svolítið kannski svona stóra verktaka sem er tilbúin til að gera þetta. Við erum með fullt af frábærum verktökum hérna en svona minni verktökum sem kannski finnst þetta að vera svolítið stór biti fyrir þá. Þess vegna ég hef lagt til hérna undanfarna vikur að reyna að hóa mönnum saman og stofna hérna svona eitthvað byggingafélag þar sem að menn tækju sig saman og myndu fara í svona sem að það auðveldar að standa margir saman heldur en einn einstaklingur og að það hér þurfum við að byggja, það er alveg ljóst og bara ekki seinna en að byrja strax. Ungt fólk sem að ég kemur til þín hérna og gistir og spyr þig hvort að það ætti hugsanlega að flytja austur ef þú færu bara með svona lyfturæðuna á 30 sekúndum. Hér náttúrulega bara dásamlegt að vera. Hér ertu með nánast alla þjónustu sem þú þarft á að halda og hérna, hér gott að alveg börn og það bara allt til alls hérna. Þetta bara dásamlegt og svo ekki tala ekki veðrið maður, það bara æðislegt sko. Þannig að ég myndi segja sko að svona framtíðin hér og framtíðin björt.